Komið sæl og blessuð og velkomin í reynsluboltana. Í reynsluboltunum fáum við fólk til okkar með þekkingu á umræðuefnum ýmsum. Við ræðum þjóðmál, fréttir, verður sjálfst eitthvað komið inn á menningu og blaðamennsku líka í þessum þætti. Ég held að allir viðmælendur mínir í dag annarkvort hafi verið blaðamenn eða séu blaðamenn. Jón Trausti Reynisson, þú ert á Heimildinni, vertu velkominn. Takk. Hvað ert þú búin að vera lengi í blaðamennsku? Frá síðustu öld. Já, hann að mest allan þinn starfsferil. Já, ég myndi segja það. Ég byrjaði held ég 18 ára í sumarstarfi. Já. Samhliða sumarsjómennsku. Einmitt. Engin leið að hætta? Já, flestir ná því einhvern veginn. Og Páll Valsson, vertu velkominn. Takk að fyrir. Þú ert nú ýmislegt en einu sinni varstu blaðamaður. Ég var einu sinni blaðamaður, já. Þjóðviljanum. 80 og hvað? 3, 4 til svona 87, 8. Já. 87 líklega held ég, já. Það voru mjög skemmtilegi tímar. Nei, ekki. Það var Össur Skarphéðinsson sem réð mig. Já. Ég hafði verið, ég las prófarkir með Eliassi Mar. Já. Og var svo drifin upp úr kjallaranum. Þetta var mjög skemmtilegi tímar, Man lærði mikið sem blaðamaður. Vannst þig upp úr prófarkalestinni? Já. Það var reynda að skrifa fréttir, það var mjög gaman, Já. Svona var líka minn ferill, ég byrjaði sem prófarkalesari. Já. Og frílans ljósmyndari. En ég tók mjög vondar myndir, þannig að það var eiginlega gott að tekin á þau myndavél. Nánast. Og Helga Vala Helgadóttir, þig nú óþarfi að kynna, þú ert nú búin að vera ýmislegt. Þú varst þó nokkra hríð blaðamaður eða dagskrárgerðarmaður. Já, ég var meira í ljósvakanum. Já. Var eitt sumar á tímaritinu Mannlíf hjá Sigurjóni M. Egilssyni. Já. Það var mjög skemmtilegt sumar. Já. Og svo, nú er ég hlaðvarpsstjóri. Þú ert ég er komin aftur í fjölmiðla. Já. Veitu, er það Evrópu? Já, það er meginlandið, það er Evróputengt. Við erum að reyna að fræða. Já. Fá að minna af einhverju svona argaþrasi. Þetta er meira bara, hvað er þetta? Já. Við ætlum einmitt að þess að ræða ESB hérna og eftir, veit ég. En ef að byrja kannski á því, góðir hálsar, að svona, þegar þessi þáttur er tekinn upp, þá er eiginlega málmálana, finnst mér, að verðbólga stendur í stað milli mánaða sem eru ansi mikil vonbrigði, held ég. Lækkar ekki eins og greiningadeildir flestir spáð, 5,2%, annan mánuðin í röð. Atvinnuleysi yfir 7% á sama tíma, hátt atvinnuleysi, er hagstjórn Daða og Kristrúnar í ólgusjó og kreppu. Byrjum á þér. Ég er allavega ekki komið kreppa ennþá, en já, þetta lítur ekki vel út í samhengi við kosningabarátuna, sem var mjög myndræn að tala sleggjur og svoleiðis og alltaf ekki gott að áhrifaþátturinn í verðbólgunni er hið opinbera mjög mikið. Já. En og einhvern veginn svona ekki að sjá neinar allavega ekki djarfar aðgerðir gegn verðbólgu eins og hefur verið farið í til dæmis bara á Spáni og víðar að reynilega bara lækka álögur á til dæmis matvæli sem gæti vissulega gert og eru byrjað að tala að setja á sykurskatt og lækka skatt á verði á heilnæmari vörur en jú, þetta er ekki á alla mælikvarða í pólitík, þá er það ekki gott að vera með hagkerfi í svona komið nála svona kreppu verðbólgu? Nei, hvað segir þú, Páll? Einhvern tímann hefði nú 5% ekki þótt há verðbólgu tala en ég held bara að þetta er einhvern veginn saga okkar tíma, við erum að basla með þessa krónu og þetta verður svona verðbólgu og vexti og maður sér ekki neina breytingu, maður sér ekki að ég held að hafi engin trú á þessu lengur og að mínu mati finnst mér þetta blasa við að við hljótum að losa okkur við þennan gjaldmiðil sem enginn tekur mark á ef við viljum losna úr þessu vaxta verðbólgu fári og maður hefur áhyggjur af unga fólkinu við og mín kynslóð náttúrulega búin að borga sínar íbúðir 3-falt ef ekki 4-falt nú eru börnir okkar að lendi þessu líka og þá einhvern veginn segir maður býtu er þetta ekki fullreynt ég held það er nú mín skoðun á þessu máli. Jón Trausti Helga Vala nefndi sleggjuna. Er þetta verið vandræðilegt?
Vandræðalegt, þetta bara ekki gott sko. Þú veist, ég meina einhverjir auglýsingar sem að gerðar eru í aðdraganda kosninga, ég meina eru auðvitað bara eitthvað barn síns tíma, það bara eitthvað svona sniðugt dagsins svolítið, en ég held að þetta séu vonbrigði mikil fyrir sérstaklega Kristrúnu og Daða að þetta mjækist ekkert niður. Ég hef verið að taka undir með Páli. Ég meina við erum bara í þessu örhagkerfi og sama hversu mikill vilji til þess að hafa stjórn á þessu, að það þarf svo lítið til þess að báturinn fari að halla. Það þarf svo rosalega litlar breytur. Þú veist, það er eitt félag á markaði sem fer á hausinn og þá bara einhvern veginn, þú veist, þá hefur það bara mjög mikil áhrif á allt, lífið okkar allra. Það bara ekki gott, sko. Og þetta bara sagan okkar. Eins og þetta sé ekki frávik, heldur, sé bara virkni. Maður sér það bara bankarnir og dagvöruverslanirnar eru að græða meira og meira á sama tíma og verðbólgan í gangi. Þannig að maður eldir peningana eins og við gerum í blaðamennskunni, þá bara það fer ekki saman sko, hljóð og mynd. Nei, það gerir það ekki. Þetta líka, sko, maður horfir á þetta, vextir eru hér margfalt hærri en í öllum nágrannalöndunum. Bankarnir, ég hef skilning á því að þau eru að reka banka réttum með við núllið og menn þurfa að hafa hagnað, en 100 milljarðar, það helvíti mikið, vegna þess að það almenningur sem að borga þetta, slegaður af vaxtaokrinu. Það ekki eins og þessi einhver viðskipt. Og það ekki að tala þetta einhvern veginn, finnst mér. Það ekki að tala þetta. Og þjónusta bankana hefur bara horfið. Það bara engin þjónusta inn í bankunum lengur. Þú áður fyrr ég nú ekki fjörgömul, en áður fyrir það fór maður og hitti þjónustufulltrúan sinn í bankanum. En núna það bara engin, sko. Og ef maður ætlar að hitta þig og taka út einhvern pening, þá getur maður lendið því að þurfa að borga auka gjald. Já. Og það sem breyst núna með verðbólguna líka að samsetningin öðruvísi. Núna það ekki hækkandi fasteignaverð sem að draga hana svona mikið upp. Nú að fasteignaverði í raunlækkun síðustu 3 mánuði allavega. Þannig að það ekki að vera til einhver eign hjá innan gæsalapa almenningi á móti þessari verðbólgu. Þannig að það hana sem... Þetta líka þessi vísitölubinding, ég tekur undir með Helgu, skilur einhver fataverslun og hækkar eitthvað svona og sagði allt í einu bitnar á lánum og útgjöldum heimilana. Það eitthvað mjög skakt við þetta. Og það sem ósagt í þessu náttúrulega bara sem einhver hagfræðingar hafa þó bent á, að ef það verður einhvers konar áfall í heiminum sem leiðir verðbólgubylgju yfir okkur, þá virknin aftur bara svo að á þess að vera með eitthvað samsæðstal að fjármagnseigandur eða bankarnir sækja heim til almennings. Flestir sem flestir eru með verðtryggð lán og fleiri og sérstaklega þeir sem hafa ekki ráð á því að borga 8-10% vexti á húsnæðislán. Þannig að almenningur bara í ákveðinni hættu í þessu ástandi. Já. Líka svolítið vandræðalegt að efnahagsmálin og það að koma niður vöxtunum og koma böndum á verðbólgu, þetta var aðalmál Samfylkingarinnar. Það má alveg færa rök fyrir því að einhver hluti kjósenda Samfylkingarinnar hafi trúað og treyst því að með Kristrúnu í forsvari, hagfræðingin, þá myndu reyndar nýjar leiðir til að koma skikka á efnahagsmálin. En þannig að þetta ekkert sérlega góðu tími fyrir mannesku með aðalega þetta plan. Það ekki rétt? Nei, þetta vond staða en að mínu viti blasir við að svo eina lausn að koma okkur í að taka upp annan gjaldmiðil. Já. Það bara, ég skil ekki alveg þessa tregðu við að ræða það. Svo náttúrulega Kristrún og Daði með í rauninu efnahagsstjórn Bjarna Benediktssonar fyrst og fremst. Það að segja að lækka opinberar skuldir til að lækka vaxtabyrði sem alveg skynsamlegt, ég ekki að segja það, en það svona ekkit mikill munur á þessu fyrir og eftir. Já, sko, svigrúmið svo lítið þetta eins og ég að segja það, menn hafa þetta svo tæp sigling. Já. Og hún mun verða áfram tæp, ég get ekki séð annað.
Nú liggur fyrir Helga Vala að þú ert yfirlýstur yfirlýst stuðningsmanneski þess að við allavega könnum aðild að ESB og það sem þú hefur skoðað í þínum huga og þinni þekkingu, treystir þau til þess að segja núna að það sé rétt að ganga inn í ESB? Já, ég þeirra skoðunar að ég auðvitað ekki með hvaða samning sem á borðinu. Nei. Bara alls ekki frekar en í nokkru öðru sambandi. Nei. Bara hvers konar. Ég menna, ef maður fer og og ræður sig í vinnu, þá skoðar maður samningin, eða ef maður kaupir sér þvottavél, þá skoðar maður samningin ef maður kaupir hann á rafgreiðslum, skilurðu. Ég meina, þetta bara auðvitað skoða við samningin. Já. Þannig að það ekki sama hvað stendur þar. Nei. En ég hef enga trú á því að Evrópusambandi muni skyndilega beygja af leið og rétta okkur eða fara í viðræði við okkur á einhverjum allt öðrum forsendum heldur en viðræði við önnur Evrópusambandsríki. Við sjáum auðvitað á hvaða grunni þessi samvinna byggist og ég hef mjög mikla trú á henni. Og ég tek undir með Páli, mér finnst full reynt með okkar efnahagsstýringu. Þetta lýðræðisleg samvinna og ég var í einhverjum samskiptum á Facebook áðan við formann Heimssýnar sem að hélt í fram að þetta væri ekki lýðræðisríki, heldur væru þau að lúta í einu og öllu yfirvaldi frá Brussel. Það bara ekki rétt. Ég meina, þau eru öll með þjóðþing og þjóðþingin eru lýðræðislega kosin. Þeirra fulltrúar inn í Evrópusambandinu, inn á Evrópuþinginu eru líka lýðræðislega kosnir af almenningi. Þannig að ég skil ekki alveg þetta tal. Þetta ekki skrifstofa í Brussel. Skrifstofan í Brussel bara eins og að vísa í skrifstofuna í Arnarhvoli og skrifstofuna í stjórnarráðinu. Þú veist, þetta fullt af fólki sem að vinna þar, en þeir sem taka ákvarðanir eru lýðræðislega kjörnir einstaklingar. Þetta megi líka tek undir þetta að þetta mjög skrítið tal vegna þess að Evrópuríki, þetta eru lýðræðisríki langflest og þau sem standa okkur næst á öllu leyti og það líka, held ég megi bæta við að veður eru válynd í heiminum núna og það sem eina sem getur bjargað samstaða og mér finnst þróun heimsmála undanfarin ár styðja það að við skipum okkur í flokk með þeim þjóðum sem við eigum mesta samleið með og það eitt að mínum viti getur bjargað heiminum. Við stöndum fram fyrir umhverfisvá, við stöndum fram fyrir við lifum á stríðstímum og þá það bara aukin samstæða, bara samstæða sem gildir. Já. Ég hef persónulega ekki sjálfur tekið afstöðu til þess hvort ég myndi að loknum aðildarviðræðum segja já eða nei við ESB en mér finnst sjálfsagt að við höldum áfram þessari vinnu og stríðið sem núna háð ekki síst á síðum Morgunblaðsins það svona, mann dettur í huga það fyrsta sem að deyr í stríði sé sannleikurinn, það gengir rosalega langt núna í því að bjaga og afvegaleiða og minni mig á sögu sem að Baldur Þórhallsson sagði við Rauðaborðið í gær í umræðu Trump að það var eitthvað fólk sem að hafiði heyrt einhverja stjórnmálakonu lýsaði yfir einhverju staðreind að Malta væri ekki í ESB og hún hafði einhvern veginn hrópað það framan í einhvern og það var aðdáun í hópnum, heyrðu þið hvað hún tók hann alveg bursið frá því að hún hefði farið með hrein rangindi og svona mér dettur þessi saga í hug vegna þess að maður finnur upptakt þess að staðreindir eru mjög á floti, það mjög erfitt að greina á milli áróðurs og staðreinda og af því að þið voru fyrstir á heimildinni Jón Trausti í gær til að greina frá því vitna í Guardian og greina frá því að nokkuð óvænt verði að segja þá
kom fram í samtali Kristrúnar Frostadóttur og hérna hans pólverja, hvað heitir Donald Tusk. Já, að það getur bara verið nokkrir mánuðir í þjóðaratkvæðisgreiðslu hér á landi. Má ég áður en ég gef þér orðið spyrja þig, hefur heimildin eins og sumir fjölmiðlar gera stundum tekið einhverja afstöðu til stórra mála eins og... Nei, alls ekki. Ég held að svona undirliggjandi hugmyndafræði heimildarinnar eins og stundarinnar og undan henni sé bara svona ákveð lýðræðishugsun og hérna upplýsingaréttur almennings og þá leið að fókusera svolítið á það sem verður valda samþjöppun. Þess vegna fjöllum við mjög mikið ástandið í Bandaríkjunum en hérna engin afstaða til og engin tengsl við stjórnmálaflokka eða afstaða til þess hvort þeir ganga í Evrópusambandið eða ekki, enda við vitum auðvitað ekki hvernig samningurinn yrði, við vitum heldur ekki hvernig Evrópusambandið verður eftir nokkra ár. Það eru mikla pólitískar sviptingar í gangi í Evrópu núna og það er ekkert ólíklegt að á næstu mánuðum árum verði þjóðernissinnaðir íhaldsflokkar ráðandi í fleiri ríkjum, sem dæmi Þýskaland og Frakland og ESB byrjað svona afregluvæðast nú þegar, það er mikil svona þrýstingur á það en varðandi svona þessa umræðu, það náttúrulega svolítið óþægilegt að vita til þess að mjög stór hluti af umræðinu á sér stað á samfélagsmiðlum sem eru í eigu bandaríska viðmanna sem hafa stilt sér upp fyrir hliðina á Donald Trump, Bandaríkjaforseta, og við vitum ekkert hvernig sá algoritmi mun virka á morgun eða eftir 1 ár eða þegar kosningarna verða. Alveg rétt. Þannig að allt þetta tala um áhrif Rússa með rússneska botta og allt þetta sem eru klárlega þarna úti að grafa undan þessu. Það er bara smámál með hvað gerist ef þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna verður innleidd í gegnum þessa algoritma sem er að vinna gegn ESB og vinna að einhvers konar meiri einangrun þjóðríkja og meira svona hvað maður kallar svona þjóðarörygnis, ekki hreinsanir heldur svona þessi klassíska þjóðarörygnis íhaldsstefna. Þannig að þú ert að segja að þetta atriði gæti verið úrslita atriði í þjóðaratkvæða greiðslu eftir nokkra mánuði. Ef við Rússar gátu haft áhrif á kosningar, hvað geta þá, og nú er þetta svolítið ég meina, hvað gerist í Bandaríkjunum í haust í kosningunum? Donald Trump var með þessa árlegu ræðu, State of the Union í vikunni og þar talaði hann berum orðum að demokratar væri að reyna að svindla í kosningunum og gæti ekki unnið á þess að svindla og þeir eru að gera eitthvað í því. Og þeir eru að grípa til aðgerða að reyna það, allríkið, taka yfir þjóðnýta kosningar á ríkistíðinu. Þannig að það væri bara barnalegt að gera ekki ráð fyrir að hann muni reyna að hafa áhrif á kosningarnar. Sláandi. Og hvað gerist þá? Ég meina, eftir því sem valda samþjöppunum verður meiri, því líklega er að bara eins og gerist í öllum einræðisríkjum eða hybrid einræðisríkjum að upplýsingavettvangarnir eru notaðir. Já. Páll, þú er vantilega að tekja eftir breytingun á Morgunblaðinu. Já, það fer ekkert á milli mála, sko. Það er í dag, sko, hann er einhver ægileg stríðsfyrirsögn og maður er að leita að sérfræðingnum og þá er að Guðlaugur Þór. Já, og svona upprópanir og svona, þetta er ekki að mínum mati góð blaðamennska, sko, þetta er orðið ansi langt frá Morgunblaði Matthíasar og Styrmis. Já, mjög. Það er uppeyja, sannkölluð. Já, en þeir eru augljóslega bara í þessu kannski ásamt bandarækjamönnum með algoritmunum á samfélagsmiðlunum, kannski eru í sama liði en það ég held að þeim hafi sko, ég held að bara runnið kalt vatn milli skinns og hörunds hjá þeim sem standa á blaðinu þegar þeir heyrðu í gær að það væri bara nokkrir mánuðir í þjóðaratkvæði. Já, ég sko átta mig ekki alveg á þessari andstöðu við þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er allt hefur sinn tíma, sko. Við erum búin að þrasa þetta og það er umræða. Mér finnst bara komið að því að við bara
eigum við að taka þetta skref eða eigum við ekki að taka þetta skref og þjóðin verður bara spurð. Svo sjáum við til hvað þjóðin segir. En ég deili alveg þessum áhyggjum af hinni lýðræðislegu umræðu. Hún auðvitað það lítur ekkert vel út og auðvitað getur þetta orðið mjög svona harkalegt og ómálefnalegt og svona áráðuskent sem alltaf synd því að fólk verður ekki að tala saman. Og Evrópusambandið það. Þetta vettvangur lýðræðisþjóða til þess að tala saman. Og það getur aldrei verið nema til góðs. Það mínum að því. Og rángfærslurnar sem eru á lofti, sko, sumt sagt augljóslega gegn betri vitund af bara ágætlega vel upplýstu fólki. Ég nefndi þetta með lýðræðið en við erum með bara öll börn Íslands verða leidd í evrópska herinn í stríð. Það verður við missum yfirráð yfir öllu. Ég var í útvarpi daginn með kollega, lögmanni og fyrrum þingmanni og dómara sem hélt því fram að vera aðildarríki í Evrópusambandinu væri eins og að vera fylki í Bandaríkjunum. Þetta væri sambærilegt að þjóðarétti. Og ég horfði bara á hann og sagði, þú ert að tala í útvarpi, það er fullt af fólki að hlusta á þig. Þú veist að þetta er ósatt. Ertu að tala Brynjar Níelsson? Já. En ég meina af hverju segir maðurinn þetta? Hann veit alveg að þetta er ekki rétt. Nei. Ég meina þetta eru 27 fullvalda ríki sem hvert og eitt getur gert þjóðréttar samning allt milli himins og jarðar og gerði meðal annars samning það að vera í þessu samstarfi. Og eftir því sem að ég hef aðeins kynnt mér þetta, þá menn alltaf við erum smáríki og við ekki tekið mark. Það er mjög vel hugsað smáríki í Evrópusambandinu. Þeirra rödd er merkilega sterk. Forseti Evrópuþingsins frá Möldu. Ég ætla líka að spyrja Brynjar Níelsson, ég er búin að bjóða honum hingað í þátt á mánudag næsta. Það sem ég ætla að spyrja hann hvernig hann sjáu fyrir sér hann sem borgarfulltrúi ef hann að fara aftur inn í borgarpólitíkina eins og flest bendi til fyrir Sjálfstæðisflokkinn, hvernig hann geti haft áhrif á það sem borgarfulltrúi að fjölmiðlastyrkir séu afnumdir. Af því að hann var að tefla því fram í gær sem svona ef þið kjósið mig, ef ég fer aftur inn í pólitíkina þá ætla ég að afnema fjölmiðlastyrki og ég ætla að stórlækka framlög til stjórnmálaflokka. Já. Bara svona smá kuriosa. Ég veit ekki hvort þið hafið áhuga á því að ræða það. Jú, þetta fá stjórnmálaflokkar eitthvað frá sveitarfélögunum. En það er ekki gert með inn í ráðhúsi. Nei. En það er þessi svona upplýsingaóreiða sem að maður hefur áhyggjur af. En þá skiptir máli að vera með sterka fjölmiðla. Og því miður þá eru þeir ekki margir á Íslandi í dag. Nei. Þeir eru fáir og og þú veist sitja undir því að það sé stanslaust verið að vega þeirra heiðri og saka þá alls konar. Þannig að það er bara ekki gott Nei. Páll, þú sagði mér fyrir rétt fyrir upptöku þessa þáttar að þú hefði verið að lesa bók. Það eru 4 ár liðin núna frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu og ég er eitt þeirra íslensku blaðamanna sem fór út og var þarna á landamærunum og sneri tilbaka með miklu náttúrulega sterkari upplifun og einsýn heldur en með því að vera úr fjarlægð og það er fjarlægðin til dæmis við Rússa sem við höfum bara svolítið haldið. Við líkum við að segja að við höfum ekki viljað vita alveg hvað er að gerast í Rússlandi. Við fáum miklar upplýsingar á það sem er að gerast í Úkraínu. Nú ertu búin að lesa bók sem að þér finnst vera trúverðugur vitnisburður ástandið í Rússlandi. Ertu til að segja okkur aðeins frá því? Það er norsk blaðakona og rithöfundur sem heitir Åsni Seierstad. Hefur skrifað bók sem hét Bóksalinn í Kabúl. Hún skrifaði bók 101 Bagdad sem var Íranstríðið. Hún skrifaði bók Tjetjeníustríðið. Fór á vettvang sem er eitthvað sóðalegasta stríð sem háð hefur verið. Hún skrifaði bók Anders Breivik.
þetta svona manneskja sem vílar ekkert fyrir sér. Hún var eitt sinn námsmaður í Pétursborg og nú einhvern veginn hún svona allt í einu fekk hún þessa hugmynd að fara til Rússlands og hvað í gangi. Og hún gerir það og þetta alveg svakalega áhrifamikil bók og mann setur hljóðan hvað þetta annað við lesturinn vegna þess að það sem blasir við auðvitað miklu skelfilegra heldur maður gat ímyndað sér. Rússland virðist vera orðið bara einræðisríki. Pútín svífst einskis, það engin óhultur. Fólk þorir ekki að tala. Vegna þess að stjórnarfarið við erum komin aftur fyrir Brezhnev sem sendi kannski andósmenn í Gulag. Pútín bara drepur þá. Erum við bara komin á Stalinstímana? Já, þetta bara, og það svona jáhirð greinlega í kringum hann og þetta geti ég talað lengi og þarna líka svona hann búin að koma sér upp eins og þessum Wagner-málaliðum það rosalegt að lesa það og hann hefur sópað lágstéttinni á Vígvöllin, fyrst fangelsinn og svo lágstéttin og nú svo komið að mannfórnirnar eru svo gríðarlegar, 100.000 að nú hástéttin farin eða svona yfirstéttin farin að óttast sinn hag og hún segir meðal annars að vinkona hennar á svona á herskildu aldri og hann hefur ekki þorað út fyrir húsin styri í heilt ár nema á nóttunni. Hann svo hræddur að menn Pútins bara kippa honum inn í bíl og á Vígvöllin þannig að það gert. Og þetta eitthvað eins svo sláandi að þessi gamla menningarþjóð, maður oft hugsa þetta Rússland, þjóð Dostojevskís og Tolstojs og það náttúrulega sannarlega búið að banna þeirra bækur, meira að segja Dostojevskí og maður dálítið hissa á því og tala ekki annað, það verið að keyra þetta land og þessa þjóð bara aftur í, ég vil líka að segja miðaldir. Það sem bara einn foringi og hann dýrkaður, það foringjadýrkun á mjög háu stigi, þetta bara Stalín. Við erum að endurupplifa Stalinstíman og það eitthvað svo svakalega sláandi. Og maður svona, hvernig tæklum við þetta? Ég held að Vesturlönd þurfi að bara horfast í augu við það að Rússland terroristaríki. Þetta einræðisríki. Og við þurfum bara að haga okkur í samræmi við það. Þetta mjög sláandi og sem sagt það segir sig þá sjálft ef ástandið svona að það ekkert til sem heitir frjálskoðun, frjálsvilji hjá borgurunum. Ekki til. Nei. Slæðir þetta ykkur ekki? Vita þetta allir? Að þetta svona? Já, slæðir mér nú aðalega bara þegar maður heyrir hvernig fólk aðlagast þessu og borgarar eins og í Rússlandi virðast vara mjög miklu leyti fylgjandi því sem verið að gera. Það þorir ekki að segja neitt annað, Það bara... Og svo náttúrulega bara hefur mannkynið ákveðna tilhneigingu til þess að aðlagast og samsvara sér umhverfi sínu. Þannig að þessi lærdómur náttúrulega, hann svo víða og skiptir svo miklu máli núna þegar að verða þessi valdasamþjöpun að þú sér bara það hefur orðið breyting á umræðin á Íslandi mjög hratt eftir að Trump tók við völdum í Bandaríkjunum. Ég ekki segja að þau séu undir valdi Trumps eða eitthvað þannig en aðrir einhvern veginn svona valdeflast með stóra valdinu og fara að akta svolítið svona eins og þyngdarafl fara að akta í kringu það. Ég ekki viss að tölur stuðning íbúa við það sem Pútín að gera séu réttar. Ég heyri frá því fólki sem að ég þekki sem að býr hér á landi, Rússar að það er búið að breyta auðvitað lögunum töluvert eftir innrásina sérstaklega. Þannig að núna er búið að gera það löglegt sem að var ómögulegt fyrir innrás. Það orðið löglegt að einmitt fara bara og sækja fólk út á götu og henda því út á Vígvöllin. Það löglegt að ef að
fólk, konur og menn neita því að taka þátt í stríðinu, þá má taka af þeim börnin þeirra og þau eru send eitthvert. Það er ekki rekjanlegt hvert þau eru send. Og þetta er bara, það má setja þann í ótímabundið fangelsi sem að neitar að gegna herþjónustu. Það eru alls konar svona breytingar sem að voru gerðar á hegningalögunum í Rússlandi, þarna haustið, vetramánuðum 2022, sem að, ég meina, fólk að reyna að bjarga lífi sínu og barnana sinna. Og það sem hefur líka verið gert auðvitað við úkrænsk börn er auðvitað hræðilegt, en það er líka verið að framkvæma það gagnvart Rússum sem að hafa til dæmis gert tilraun til þess að flýja yfir landamærin til annar ríkja og eru sendt tilbaka frá Evrópuríkjum. Ég meina, það er alveg ljóst að fjölskyldun er sundrað. Það gerist bara sjálfkrafa við komuna á landamærin. Og ef að, ég segi bara alltaf þegar maður fyrir að efast að fólk sé að tala gegn sínum huga, ef að ég staði fram fyrir því að segja upphátt mína skoðun og tala samkvæmt minni samfæringu versus það að bjarga börnunum mínum, ég meina, svo er það mjög einfalt sko. Þú veist, þetta er bara alveg grunnelementin sem er þarna verið að hjóla í. Þú veist ekki bara að reyna að bjarga þínu lífi, skýtt með það. Það er líka, þetta er alveg hárrétt og hún rekur Osni í þessari bók sko líka svona virt svona álitsgjafar og sjónvarpsfólk og annað sem að talaði allt öðruvísi fyrir innrás og talaði allt öðruvísi Úkraínu og þegar Krímskagadæmið var í 2014 menn svona voru kannski með eitthvað andof þá. Þetta fólk talar allt öðruvísi núna. Það tekið uppbeygju og auðvitað í mjög vondri stöð og það er alveg rétt sem Jón Trausti segir að svona menn aðlaga sig valdinu svona ýmist tilneitir eða ekki, ég get ekki sagt það en sko ég er þeirra skoðunar að Úkrænustríðið er ekki bara Úkraínu og við verðum að styðja við Úkraínu, þetta er eins og barátta lýðræði og ég sem þýðir aukinn fjárútlát og ný sín. Lýðræði kostar peninga, frelsið kostar. Það er ekki sjálfsagt og það er sótt að því á öllum sviðum, þannig að hvað með sérstöðu Íslands og svona hendistefnuna sem við höfum silti undir sérstöðuna með fáminnið og einangrunna og hvernig við höfum einhvern veginn endalaust náð að smjúga á milli án ábyrgðar í rauninni. Já. Ég þeirra skoðunar að við eigum að taka okkur stöðu með Evrópu. Tímandi séu þannig. Og ég er aldrei ánægður, ég sé ekki betur en að sé þverpólitísk samstaða að styðja Úkraínu. Já, en ekki, það er ekki þverpólitísk á meðal almennings er ekki samstaða aukinn fjárútlát og margir harma það eitthvað að peningum hérðan fari jafnvel í einhvern výbúnað eða vopn og það er svo sem alveg nýtt líka. Já, maður sér það á samfélagsmiðlunum að það er svona ákveðna aðalega sem mikið er kvartund að því að það verður lagður milljarður í Úkraínu núna en það er svona kannski ákveð rof svona í heimsýn þess fólks held ég að það er náttúrulega nauðsynlegt að vera með einhvers konar svona öryggisstefnu eða landvarnir eða hvað við köllum það ef þú ætlar að einhvern veginn að vinna gegn þessum realisma, þessari valdbeitingu sem að stefnir svolítið í og er í gangi í Úkraínu. Þetta er náttúrulega bara landvarnir. Það er verið að draga mörkin nóg langt frá, þannig að það verður ekki of seint. Það er rosalega flókið að vera við, eins og bara margar aðra þjóðir, vegna þess hver sambandið við Bandaríkin er einkennilegt líka á sama tíma. Við erum svona klemd á milli svolítið bara út frá legu okkar á kringlunni, sko. Já. Við erum það. Já. En auðvitað óskup smá, en einhverju hluta vegna þá
kannski veimitt vegna þess hvar við erum þá virðist skipta máli að hafa okkur með Já. sem að ég held að sé bara ég held að við njótum líka góðs að því sko en við getum ekki falið okkur. Það líka sko Íslendingar þurfa stundum að leggja hvað að mörkum. Það oft eins og í þessu Evrópu umræðu þá allt hvernig högnust við á því að vera í Evrópusambandinu. Við höfum komið svolítið upp með það. Það alltaf þannig. En sko það bæði ábyrgð og skyldur sko. Já. Við höfum ákveðna skyldur líka við heiminn, við aðra þjóðir. Við erum velstætt ríki og stöndum vel og við erum vel aflögufær. Myndi ég halda. En svo þetta náttúrulega bara spurning grundvallar hagsmuni og leiði til þess að lifa af sem þjóð. Það var að vitni Brynjar Níelsson með að vera aðili að ESB var eins og að vera fylki í Bandaríkjunum. En sko það samt bara raunsær möguleiki sem geti komið upp að ef við horfum nokkur ár og framreiknum það sem hefur verið að gerast, hótanir gegn Grænlandi sem ekki yfirstaði að Ísland gæti orðið ekki fylki í Bandaríkjunum heldur bara hérað í Bandaríkjunum þess vegna ef einhverjum dettur það í hug. Þannig að það nú bara þannig að það margar þjóðir að reyna að verða aðalar að ESB en það enginn að reyna að ganga í Rússland eða Bandaríkin. Nei. Það vegna þess að það einhver munur þarna á eðli þessa samstarfs hvað sem síðar verður eða hvernig sem ESB þróast. Þannig bara hagsmunir. Já. Það líður á tíma okkar en af því að við erum hérna öll höfum tengst blaðamennsku bara svona ef ykkur langar að ræða það, hafið einhverja skoðun á vinnu Þóru Tómasdóttur að ræða við konu sem hefur banað foreldri sínu í samtali sem var útvarpað núna í vikunni og það sem rætt allt annað heldur en glæpinn vegna þess að siðareglur RÚV banna henni að ræða glæpinn kom fram þú bara hristir og hlær ég mér langar aðeins til þess að einbráði hvort þið hafi skoðun á þessu og þá einhverja því með bara segja nei en ekki ræða með þetta skiptir ekki máli en bara í ljósi þess að svona sumir blaðamenn hafa tekið mjög djúpt í árinu meðal annars pabbi þinn, Reynir Traustason. Hvað finnst þér þessa blaðamenn, sko, Jón Trausti? Er RÚV svona elta einhvern sensationalisma? Menn var rætt Ástulómálið sem dæmi svona skúpgreddu sem að yfirleitt hefur einkennt fjölmiðla á einkamiðli. Ég hef sjálfur talað nokkur hraðabreytingar sem mér finnst á sumu. En ég er ekki fordæmaður, ég er bara hugsi. Og mér finnst RÚV spennandi og dýnamískur miðil og vera að gera marga góða hluti en annað finnst mér svona vekja spurningar. RÚV hefur náttúrulega verið að styrkjast hlutafalslega mjög mikið síðustu ár með aðra miðla. Þessi umfjöllun var svolítið svona í Netflix-stíl. Smá Netflix, já. Maður skoða Netflix það var náttúrulega mjög mikið af þáttaröðum þar morð og glæpi og það er þessi element að láta einhvern segja eitthvað og svona þagnir og svo leiðis. Þóra hefur náttúrulega sýnt það að hún getur náð allskyns málum sem að og hefur greinilega svigrum í það sem aðrir hafa ekki náð. Þetta gengur náttúrulega svolítið gegn í blaðamennsku á Íslandi að vera ekki að tala við hvað sem það morðingjar eða barnanýðingar eitthvað þannig og láta þá svona réttlæta sína stöðu. Sannarlega var hún að réttlæta sína stöðu og hún var að tala aðdraganda glæpsins. Þú getur ekki aðskilið þetta. Hún er að tala fjölskyldu aðstæður og það er bara algjört rof þarna í skilningi hjá henni. Á ábyrgð og svo fram til göttunum þetta sem fjölmenn hafa verið að forðast að skapa morðingum þennan vettvang til þess að réttlæta stöðu sína. Það er einhver svona ótrúlega róttæk heimtufrekja í þessu lífsviðhorfi sem kemur þarna fram og ábyrgðarleysi, það er að segja við komum til að horfa ekki á eigin ábyrgð heldur á umhverfið sem er svona hluti af öllum glæpnum en ég ætla ekki að fara að dæma þessu umfjöllun fyrirfram, hún er ekki yfirstæðin. Nei, hún þarf að koma svo heim. Það er áhrifamikil umfjöllun og ég held að segja sín sögu hvað margir að tala þetta. Já. Vegna þess að það eru elementa þarna sem einhvern veginn samfélagið hefur ekki komist yfir og næri ekki utanum. Þetta er mjög ögrandi. Persónulega er ég mjög bara frjálslyndur í því að leyfa fólki að fá upplýsingarnar og meta þar en maður sér líka rekkur upp svolítið svona meðverkni með
manneski sem mér finnst nú ekki réttmætt meðvirkni í ummælum og svo leiðis en Já, hellingur af því. Það er líka verið spurt hvort sko hefði verið von á sömu umfjöllunum ef hefði verið að ræða karlmann á samaldri. Hefur þú eitthvað skoðað þetta, Páll? Nei, ég hef ekki lesið þetta og þetta kallar einhvern veginn ekki á mig. Mér fannst þetta svolítið skrítið, svolítið bratt, nýlega fallin dómur og svona einhvern veginn orkaði einkennilega á mig. Og sérstaklega það sem eftir henni verið haft. Mér finnst það mjög skrítið. En ég segi eins og Jón, ég tel mig nú frekar frásýttan og það á að tala um allt. En þetta var svolítið bratt og kannski maður gæti séð fyrir sér viðtal við hana síðar þegar svona ríkið hefðu sest og svona kannski hún hafði einhvern veginn kannski náða lítið í eigin barm og gera þetta eitthvað upp. Mér myndi þykja það áhugavert. Það eruðu margir, að því ég var að tala um Åsnes Seierstad hérna áðan, að það eruðu margir mjög hneykslaðir að hún skildi skrifa bók um Breivik og þá ekki að gefa þessum morðingja og þessum skelfilega manni rödd. Mér fannst hún leysa það mjög vel vegna þess að hún talaði við hún skrifaði um fórnarlömbin, talaði við aðstandendur þeirra og dró upp svona mynd af þjóðfélaginu og fókusin var á hvílíkt högg þetta var fyrir þetta svona friðsamlega samfélag sem Noregur er. En við erum svolítið með nýtt RÚV, er það ekki núna, og kannski vegna þess að þessar stóru ritstjórnir sem voru á hérna hinum miðlunum eru að miklu leyti farnar, þar eftir á heimildina aðeins og sín og mokanum, en hérna er RÚV að taka yfir einhverjar skyldur sko sem áður einkamiðlarnir sáu engum eða hvernig upplifur það? Ég skal ekki segja, ég svo sem ekki mikla skoðanir á því, en RÚV hefur sannarlega skyldur og við getum gert allt aðrar kröfur til RÚV en annara fjölmiðla. Þetta er ríkisstyrtur fjölmiðl og hann skal vera vandaður og manni finnst til dæmis í menningarefnum og annað, þar eigi RÚV að standa sig. RÚV var alltaf mjög íhaldsamt og varfærið og hluti traustsins var út af því sko. Já, en hvað segir þú? Já, ég starfa á vettvangi dómsmála. Það er fallin dómur í héraði en málið er í Landsrétti. Mér finnst þessi tímasetning líka þess vegna afskaplega sérstök. Það er rætt við hana sjálfa, það er rætt við verjandan hennar málið, málsvörnina og málsatvik og hann fer að tala um hana og hennar stöðu. Mér finnst það mjög sérstakt. Nú auðvitað eru lögmenn oft spurðir út í atriði og nýta sér stundum fjölmiðla til þess að svona henda fram alls konar varðandi mál en mér finnst þetta mjög sérstök nálgun á þessum tímapunkti út frá lögfræðinu, út frá á því að málið er til meðferðar hjá Landsrétti. Mér finnst líka mjög sérstakt hjá dagskrárgerðarkonunni að setja fram einhvern veginn, erum við komin í eitthvað nýtt trend þar sem að fólk sem að er veikt eða eitthvað bilað á geði er farið að drepa fólk. Hún segir þetta í einhverju setningu þarna, það er haft eftir henni, Þóru allt svo. Og ég hrökk í kút þegar hún segir þetta, af því að þarna einhvern veginn, ég veit ekki hvaðan kom þessi setning, er þetta í alvöru það sem að dagskrárgerðarmaðurinn heldur? Ef við horfum á síðustu 10 manndráp á Íslandi, ég meina hvert er hlutfall þar sem að hefur verið ákveðið að viðkomandi hafi verið ósakhæfur? Hvað eru margir sem hafa verið taldir ósakhæfur? Þekkir það? Nei, ég meina, ég man ekki hvort það er 1. Ef það er 1 af síðustu 10 manndrápsmálum. Ég held ekki.
ég held að það sé bara mjög langt síðan við vorum með einhvern, mögulega, þú veist, ég fór ekki yfir þetta eftir ég sá þetta. Mér finnst þetta bara svo alvarlegt einhvern veginn að lengja þessu fram með þessum hætti. Ég meina þessi kona hefur bara verið hérna virk í samfélaginu, tekið þátt í hestamannamótum, hefur verið í námi í lífendafræði, stefnir á læknisfræði og talar um það í þessu viðtali. Mér finnst einhvern veginn sko, það hefur verið unnið mjög markvisst að því að reyna að minnka fordóma gagnvart fólki með geðrænar áskoranir á undanförnum árum og það hefur tekist mjög vel. Nýjar rannsóknir sýna það að það hefur orðið mjög mikil viðhorfsbreyting í íslensku samfélagi gagnvart fólki með geðrænar áskoranir. Að þetta sé bara alls konar sko. Og við þurfum ekki að óttast þennan þjóðfélagshóp og mér finnst þetta mjög alvarlegt af henni sem er augljóslega búa til efni sem nýtur, sko, það er mjög mikið hlustað á þetta. Það fannst mér þetta mjög svona vont að heyra hana segja þetta, að það væri komið upp eitthvað nýtt trend, það sem að fólk sem að væri með geðræn veikindi væri endalaust að drepa hana fólk. Mér finnst þetta bara ekki gott, af því þetta er bara ósatt. Og svo aftur segi ég líka, varðandi ábyrgð, nú er ég líka mjög líberal varðandi umfjöllun. Ég vil að fjölmiðlar taki á erfiðum málum líka. Og ég tala um þetta líka í einhverjum áramótaþætti að það er líka staður og stund. Sko, þegar að nýlega hafa komið upp gríðarlegar hörmungar sem að óneitanlega hefur átt sér stað þarna. Og það eru eftirlifendur að þá finnst mér að fjölmiðlar, ekki bara RÚV heldur allir fjölmiðlar, líka hafa ákveðna ábyrgð varðandi svona aðgát. Ég er ekki að segja að það eigi ekki að fjalla um mál, en það á ekki að smjatta á þeim. Það á ekki að ýkja hörmungarnar. Það á ekki að reyna að lita það sterkari litum til þess að fá fleiri smelli. Þess vegna nefndi ég til sögunar þetta varfærna íhaldssama RÚV. Já. Og mér er alveg sama hvaða fjölmiðla er. Mér finnst við þurfum líka að hafa það í huga sem fjölmiðlafólk. Segiði frá málinu eins og það er, ekki reyna að ýkja eða smjatta. Af því að það, þú veist, mér finnst það, þú veist, þetta er alveg nógu hryllilegt mál. En í svona blaðamennskulu tilliti í fyrsta lagi þá var bara mjög vel gert hjá Þóru Tómasdóttur að ná svona miklu og sterkum máli sem ekkert auðvelt að ná, en það virðist vera einhverju kvatarabaki hjá lögmanni konunnar og konunni sjálfur að mála sig ákveðnum litum og réttlæta með einhverjum hætti glæpinn. En svo spyrir maður sig sko framsetningu. Í fyrstu grein sem sett út á RÚV þetta verið að tala um fjölskylduvandamál og það svolítið erfitt eftir að hafa lesið gögn málsins að tala um fjölskylduvandamál því þá vart að setja ábyrgðina frá fórnarlömbunum eða frá gerandanum yfir fórnarlömbunum og svo í annar grein er frétt með fyrirsögni trú, trygg og traust og ekkit sko meira um það að þá er það sjálfslýsing með mynd af henni. Já, sjálfslýsing kona sem er gerandi í málunni. Þetta er sko, ef maður setur fram fyrirsagnir þá vil maður kannski geta staðið við staðhæfinguna. RÚV getur augljóslega ekki staðið við þessa staðhæfingu því að hún hefur ekki reynst vera traust eða trygg allavega fjölskyldunni í þessum málum. Þarna hefði mátt skrifa segistu vera. Já, og kannski hljómar er svo smá atriði en þú veist stórt atriði. Mitt svona viðhorf út frá blaðamennskunni er alveg svolítið klofið að bara Þóra hefur náttúrulega gert frábæra hluti í blaðamennsku og er að ná einhverju þarna það sem aðrir eða fáir aðrir myndu ná en á móti þá að vissulega vera hverfa svolítið frá ákveðinni hefð í íslenskri blaðamennsku en kannski er þetta bara meira framtíði kannski verður opnara og svo er það framsetningin sem þarf þá huga að ef þú ert að ríða einhverja braut. Akkurat sko. En klofið viðhorf, ég tek undir það og mér finnst þetta sem Helga Vala segir mjög umhugsunarvert allt saman og af því að RÚV er með svo mikla forgjöf
skref af því að RÚV hefur svo mikla sérstöðu, af því að RÚV hefur lagaskyldur sem engin annar fjölmiðill hefur, þá finnst mér að við þurfum alltaf að ræða RÚV þegar RÚV tekur svona djart skref til góðs eða ills og það margt sem slægir mann óþægilega í þessu en á sama tíma að tekja undir það að Þóra náttúrulega frábær blaðamaður og hefur gert margt magnað. En við höfum kannski bara eftir svona 5 mínútur ef aðeins að ræða pólitík, ef að ræða það hvort miðflokkunur búin að toppa, ef að ræða borgarstjórnarmálin, þannig að alltaf borgarmálin að leysast upp í einhvern fótboltafarsa, fengum mann hjá Samfylkingunni úr fótboltanum sem að leiðir það og nú verið að tala að annarsætið á sjálfstæðismannum sé fótboltamaður sem hættur í vinnunni sinni til þess að verða bara í annarsætið á sjálfstæðismannum. Hvað að gerast þið? Hvað segja körfubolta iðkendur að gjalda? Hvað körfuboltafólkið? Akkur eru þau ekki að lista? Ég veist að áttu að verða ákveðin tímamót þegar myndbandið af Ara Edvald var sýnt. Já. Það var svolítið eins og að vera að kynna nýjan Porsche. Þú sást lagskóna og þú sást jakkafötin og svo kannski, þú veist, verður að segjast með allri virðingu fyrir Ara, þetta var kannski ekki Porsche, þetta var meira svona Ford. Gamli góði, sko, við þekkjum hann úr ýmsum hlutverkum og en þessi endurkoma jakkafatana held ég að sé svolítið svona þráðurinn sem komin í gang núna og við saman líka með Snorra Másinni sem svona ungu maður sem klæddi sig í jakkaföt og einhvern veginn náði, ég segi ekki æðstu meðdórum en bara komið fast að því orðin bara miðlaði punktur í tilveru Íslendinga. Ef að segja endurkoma jakkafatana og takaskór? Er það ekki? Takaskórnir verða lagðir á hilluna og jakkafötin tekin upp. En já, þetta er alveg rétt. Það er nákvæðin típa sem veðjað á. Svona virðulíki sem verið að endurins að gera Ísland gott aftur. Það sem mér finnst svona áhugavert í þessu núna náttúrulega staða sjálfstæðisflokksins sem að einu sinni réði þessari borg algjörlega. Jú. Og það var alltaf sagt að svona skýtt með ríkisstjórnir en við verðum að stjórna borginni. Það var svona mottóið hjá sjálfstæðisflokknum. Það var lykilatriði. Nú það er svona ákveðin örvænting í gangi, maður skynjar það alveg og ég held einmitt að miðflokkurinn, ég las þetta með Ara Edvald, ok, þeir ætla að herja á sjálfstæðisflokkin. Hann á að draga atkvæði frá sjálfstæðisflokkinu, þannig að ég held að þetta sé dálítið alvarleg staða fyrir þá og svona endalösa fréttir af einhverju óeiningu og líka óeining hjá Samfylkingunni, sérstaklega eftir hann hjá afstöðu Guðmundur Ingi býr til mikið nusla. Það er náttúrulega bara menn á ekki þeim árangri sem þeir vildu og þá eru svona deilur einhver sæti, það er alvanalegt en ég svona það er nú bara þú veist alltaf eftir prókjör þá er það bara þannig, þetta er bara það er bara sumir eru ánægðir aðrir óánægðir sko en ég held að þetta getur orðið spennandi kosningar og einhverjum svona, maður sér sko líka held ég að Viðreisn taki líka frá sjálfstæðisflokknum og miðflokkurinn sannarlega, þannig að það sem að þeir svona voru stærsti flokkurinn hér í skoðanakönnunum fyrir einhverjum mánuðum, ég held að þetta getur orðið erfiðar kosningar fyrir þá og þeir mun ekki kannski uppskera eins og þeir vonir stóðu til. Það er svona mín tilfinning bara núna, sko. Já, kannski varandi sjálfstæðisflokkin, þá sér maður sko af þessum fréttum sem að leka út að það virðist vera sem að Hildur sé aftur sett í sömu stöðu og síðast. Síðast var ákveðið að oddvitinn af því að það hafði verið sko hnífarsett í bak allra þarna inn í ráðhúsinu á þar síðasta kjörtímabili að þá var ákveðið síðast að fara í það að oddvitinn fengi að hafa mikið það að segja hver yrði í sætunum og eftir til þess að reyna að búa til liðsheild. Það var tekið af henni á augabragði á einhverjum fundi. Ég sé ekki betur en að það sé að gerast aftur. Það er verið að gera það aftur. Að sko hún virðist ekki fá að ráða hverjir skipa þennan lista heldur áður nefndur Guðlaugur Þór Þórðarson sem að virðist bara einhvern veginn, hann er búin að manna bara
öll hverjafjölögin og hann ætla bara að ráða þessu eftir að hann þorði sjálfur ekki að fara í prófkjör, þorði ekki að fara í slag við Hildi, þorði ekki að fara í formanninn og hérna er bara, þú veist, mér finnst þetta, nú auðvitað er engi kærlega, þú veist, mér þykir ekkert vænt Sjálfstæðisflokkinn, en mér finnst þetta bara svo áhugavert að þau skuli einhvern veginn aftur ætla að láta Hildi vera með hóp fyrir aftan sig sem að mögulega er að fara að vinna aftur og áfram gegn henni. Þetta hefði átt að vera gullið tækifæri fyrir hægri flokkana að ná saman, miðflokkin, Sjálfstæðisflokk, Viðreisn, fólk er komið nóg af umferðarvandamálum, leikskólamálum og það er eitthvað svona andibreytinga en það er þá helst þeir sjálfur sem geta kipt fótunum undan sér sko ef þeir klúður þessu. Merkilegt að sjá svona gamlan valdaflokk missa svona fótana sko. Allt í einu orðin óöryggi og svona, þetta er mjög skrítið. Og formaðurinn auðvitað er svolítið eins og dádýr í bílljósum þegar hún er í viðtölum sko, að því maður finnur það bara, þetta er svo vond staða þegar fylgir bara einhvern veginn, þú veist, Guðrún er fín, þið vitið, en þú veist, það er, strákarnir af öllum kynjum, þið vitið, bara, eru bara ekki, treyst henni bara ekki fyrir þessu verkefni. Já, maður hefur á tilfinninguna að það er ekki allir sem gráta þetta daufa gengi hennar. Nei. Það er einhvern veginn, maður skynjar það. Já. Dádýr í bílljósum, lýsing á Guðrúnu Hafsteins, það getur allt gerst hér við Rauðaborðið á Samstöðinni. Jón Trausti Reynisson, kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson og Helga Vala Helgadóttir. Frábært að fá að sitja með ykkur eitt andartak, ég var til í að hafa ykkur hverju viku. En áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.